Góðan daginn, góðu vinir, og við erum að heilsa ykkur í Jesú nafni eins og alltaf áður, og við sitjum hér í verulega stórum sal, eða ekki verulega heldur, svona þokkalega stórum sal, og ekki væsir okkur í honum. En þessi salur, hann tilheyrir Smárakirkjusöfnuðinum sem til húsa í Sporhömmurum uppi í Grafarvogi, Reykjavík, góður staður. Og þar fer fram alls konar kristilegt efni sem að menn eru stoltir af því að frambera. Og maður hefur svo sem oft verið hérna að tala út orð Guðs og ekkert að veiklast í því neitt frekar en öðru sem að snýra orði Guðs og villu þetta halda áfram að frambera það svona eftir mætti og getu og öllu því. En við aftur á móti tölum það sem Drottinn segir okkur að tala hverju sinni og erum stolt af því að geta gert það. Eins og við oft tölum og við kannski erum ekki alveg að fatta kannski öll að þá liggja nú í því talsverð forréttindi að fá að frambera Guðs orð. Það nú bara þannig og það gjöf sem að Drottinn einn gefur og ég segi það, held í fram að það í raun og veru hefur engin annar leyfi til að flytja Guðs orð nema Drottinn sjálfur bara dragi viðkomandi að púltinu. Og þannig það með það sem Drottinn gerir, að hann dregur menn að þeim stöðum sem að þeir eiga að vera á, og það svo merkilegt, að það skuli yfir höfuð þurfa að draga menn hingað og þangað, en þetta það sem að þarf. En það ekki mitt að vera að hafa áhyggjur af því að Drottinn sjálfur sér að það sé gert, það sé unnið og sé starfað að því sem að hann hefur sett fram. Þannig að við sem trúum, við gerum bara það sem að Drottinn vill að við gerum og þegar hann vill að við gerum það. Við veljum ekki tíman í stundina sjálfur, heldur erum við með opið á lifandi Guð og hann sem sagt bara stjórnar þessu. Þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur af því að hann sé ekki sá sem stjórni. Hann vill stjórna, hann þarf að stjórna og læri ekki máls og öðru en að hann siti við stjórnvölinn. Við getum alveg haft hvaða skoðanir sem við viljum á þessu og hinnu en þetta nú samt það sem að Drottinn hefur til mála að leggja. Það var hann sem skóp himinn og jörð. Ég kom þar hvergi nærri. Það var hann sem skóp mann og annan. Ég kom þar hvergi nærri. Og jafnvel sem foreldri þá að vísu þeim gert að skaffa efnið í mannesku. En Drottinn vinnur úr þessu efni sem að þannig kemur og býr til þessa og hinna manneskuna. Og að ljær hverja þá hæfileika sem að hann vill sjálfur að einstaklingur búi yfir. Ég hef ekkert það mál að segja. Ég fæddist með mína, rétt eins og þú fæddist með þína. Hæfileika mínir eru gjöf. Og að því að Drottinn gaf mér þessa hæfileika þá svona vill hann, ekki svo að skilja það sem til að skylda, en hann vill að ég nýti þá og nýti til góðs, ekki til ills. Það nefnilega hægt að nýta allt til bæði góðs og ills vegna þess að dagarnir, þeir eru ekki guðlegir allir og alltaf. En það markmiði hjá trúuðu fólki, mér og þér, að gera dagana guðlega, að þeir verða það á meðan við fáumstum til þess að ljá máls því sem hann hefur mál að segja og ljáum máls á að læra það sem hann hefur fram sett og allur sá lærdómur í hendi í raun og veru. Þú opnar Biblíuna og þar sérðu allar þennan lærdóm
En svo kemur spurningin svakalega eftir, vill ég nema þessi fræði eða vill ég ekki nema þau? Það svona svolítið á minni könnu og þinni, en eitthvað sem að Drottinn sjálfur vill að við hyglust ígrundum í það minnsta. Hann með ákveðnar aðferðir við að sækja manninn. Hann með trúboða svo kallaða sem að boða trú og hann með allan pakkan. Þegar þú ert komin inn fyrir, fylltur heilögum anda, það kemur enginn inn í rann Drottins eða kirkju Drottins nema fylltur heilögum anda. Ég meina til þess að vera þar, því að það endist enginn þar, þó ykkur komið fyrir forhaldnis sakir að þá ekki þar með sagt að hann láti sjá sig aftur, en þegar maðurinn komið með heilagan anda í sig að þá allavega þessi löngum komin í hjartað til þess að vera þar sem Drottinn boðaður. Af því hann þekkir deili á honum og meira, hann þekkir hann nokkuð vel og sumir allvel og svo vel reyndar að Drottinn hefur gert það á vinum sínum. Hann segir okkur hvernig við verðum vinir sínir, hann segir að ef við gerum það sem hann býður, þá verðum við þessir vinir Drottins og er það auðvitað það sem við viljum. Að þetta eru skilyrðin fyrir þessari vináttu lifandi Guðs, að við séum þetta, við gerum vilja hans okkur, að því vilja hans mikilvægur. Hann ekki eins og ég sem auðvitað hef minn vilja og vildi aldeilis að hann næði nú ofta fram kannski en en minn vilji ekki fullkomin vilji. Vilji Guðsins fullkomin og þess vegna leggur hann svona mikla áherslu á að sinn vilji nái fram að ganga í öllum atriðum. Og þetta eitt af því sem lærist með tímanum, þetta eitt af fræðunum sem að hann setur upp í hendurnar á okkur og við sannfærustum af að sé rétt þegar við förum að þekkja Guð, þegar við förum að sjá hvernig lífið og hvernig það uppbyggt, þegar við förum að sjá þessa synd, hvernig hún grasserar og hvernig hún veður áfram, þegar við förum að sjá ályktanir manna, hvernig þær oft eru algjörlega út úr kú, þó að glói á í augnablikin, en tíminn segir að voru algjörlega út í hróa. Og þetta allt saman safnast fyrir í manneskju, hvort sem mér eða þeir með árunum, og við förum að sjá að heimurinn, hann bara merktur mistökum. Svo horfum við inn í rann Guðs, þar sjáum við ekkert nema bara fegur, uppbyggingu, glæsileika og allt það. Og þess vegna förum við með tímanum, þetta kemur bara með tímanum, að við bara tökum við orði Guðs, freka framar ber að gera vilja Guðs, en með negin eða eitthvað í þeim dúr. Þetta bara lærist með tímanum og þetta verður algjörlega sjálfvilja ákvörðun mín að fara þessa leið. Og það eru ekki slæm biti. Þetta það sem við erum að gera, sem erum að sinna verki Guðs hér í heimi. Við erum að sinna þessu, við ætlum að ná tökum á þessu, en gerum ekki með hendur í skauti, gerum ekki með því að gera ekki, nei við förum, erum og vinnum að verkefninu. Það málið. Þannig að við sjáum að trúin, hún náttúrulega kemur, gjöf, en svo þarf hún að fá að byggja utan sig. Og hún byggir utan sig með þeim hætti að skilningurinn, hann vex. Og þú ferð oftar og alltaf kannski að gera þennan vilja Guðs. Og hvað gerir þá? Hann kallar þig inn til sín til fundar við sig, svona í andlegum skilningi. Og alla þá með honum sem hann hefur gert að þessum vinum sínum sem hafa gert það sem hann hefur boðið að þessu leyti. Og hann segir okkur sem vinum sínum það sem hann kannski segir ekkert hverjum sem Bara eins og þegar vinir tala saman, þá leggja það nú ýmislegt fram á borð fram fyrir hvorum öðrum. Þannig það háttur vina. Og þannig Drottinn líka. Hann þessi vinur sem segir sitt hjarta fram fyrir sínu fólki, því hann vill að
það skilji, það viti að hann mælir það sem heilast, sem réttast, og það sem hann mælir ekki leið einhver mistök sem þarf að vinna alveg frá grunni jafnvel eftir 20-30 ár. Hve mörg af okkar verkum búi ekki yfir því að það þarf eiginlega að vinna þau frá grunni eftir einhver áratugi. En þannig ekki lifandi Guð. Við sjáum bara heiminn, hann gerði heiminn, hann skóp heiminn. Þegar þetta allt sem hann var búið, þá leit hann verk sitt og sagði harla gott. Ég hygg að sé nú ekki hægt að fá öflugri meðmæli yfir nokkrum hlut nema harla gott frá lifandi Guði. Það hygg ég ekki. Harla gott frá mér svona hálfgildings meðmæli kannski. Geta verið góð og allt saman það, en það sem að Drottinn segir harla gott, þá skaltu vita það að það bara hið fullkomna verk. Og hvað gerist með þetta fullkomna verk þegar maðurinn hefur farið að hringla í því? Það hefur alltaf skeð einhver svakalegt og alvarlegt. Hvað haldið þið að til dæmis ef að það rétt, já, ég vil nú reyndar ekki tjá mig neitt það, menn segja að jörðin sé svona hægt og bítandi að hlýna. Jöklar sé að bráðna vegna þess að það hlýnun jarðar sem að kemur upp. Og hlýnun jarðar segja þeir að sé vegna þess að mengunin eða þessi efni stíga svo hratt upp í loftið að þetta veldur hitnun jarðarinnar. Þetta það sem menn segja í dag. Og hvað haldið þið, kæru vinir, að þessi hugsun og þessi orðrómur hafi valdið mörgum mönnum kvíða, ótta og hreinni skelfingu? Og hvað ætli þið séu margir og mörg sem hafa tekið sitt líf vegna þess að þeir sjá enga framtíð í þessum mengaða, vonlausa heimi og allt saman það. Þannig að við erum ekki alltaf að fara neitt sérstaklega vel að hvoru öðru, en menn gera þetta vegna þess að þeir telja þetta vera sannleikan. En þetta sannleikurinn? Ekki samkvæmt því sem að ég sé út frá orði Guðs, þá þetta ekkert sannleikurinn. Og hvað hef ég fyrir mér í því? Ég hef fyrir mér þetta 1000 ára ríki sem á eftir að koma hér. 1000 ára ríkið ekki bara einhvers staðar, 1000 ára ríkið verður stofnað hér á þessari jörð. Og við sjáum að þegar Drottinn kemur niður eftir antikristíman, þá hér alveg grúi fólks. Þannig að þetta ekkert að verða búið. Þess vegna ég alveg sallega rólegur yfir þessari loftslagsumræðu og svo kallari loftslagsvá. En ég get alveg tekið undir það með þeim sem að vilja minnka mengun. Ég alveg til í það. En ég ekki sammála því að þetta sé nú bara alltaf verða búið nema við gerum eitthvað strax. En eins og ég segi, þá ég alveg tilbúin til þess að vera með í því að minnka þessa mengun. Hún má alveg minnka og ég hef reynslu að því að það hefur verið tekið verulegt tak í mengunarmálum eins og ég hef nú stundum talað og þá var ég sjómaður í mörg ár og sigldi á fraktskipum í mörg ár og við vorum að sigla til Evrópu og vitið það að stundum fannst maður bara vera að sigla í gegnum bara drullupoll. Það voru flaut á sjónum, alls konar efni, það voru olíubrák á sjónum og alls konar rusl maður var að sigla í gegnum. En þetta sést ekki lengur. Það er búið að reynsa, gera hellings í þessu og ég man eftir því að einn kunningi minn sem að það var fyrir minn tíma í siglingunum, hann sagði mér það að hann hefði oft siglt upp til London og þeir fara eftir on the Times þangað ekki. Og hann sagði það að þessi Times hafi bara verið bara drullu svað. Þegar þeir voru að sigla þetta, komu þarna oft, voru bara með rútu þarna uppbyttir, eða þess að bara fastar ferðir þarna upp til London. En svo koma hættan til sjós og fór að vinna annað starf bara hann hætti til sjós þá og svo átti hann þarna eitthvað 3-6 mánaða frí sem hann tók og skellti sér nokkra túra í fraktina sem að hann hafði ekki komið nálægt í
í áratugi, eða já, í áratugi líklega, og hann siglir upp þessa Tæmsá eftir ykkur áratuga stopp. Þá horfir hann á allt annað. Þá horfir hann bara á eins og á að vera, hrein og tær. Þannig það var gerð gangskur í því að hreinsa þetta. Þannig að við erum búin að gera alveg helling í þessa átt. Ég er alveg tilbúin til þess að vera með þessu og styðja þetta alveg svo ég get. En þetta sé alltaf verið að búið, að þetta er nema við tökum gerum skrúum svoleiðis og saumum svoleiðis að okkur og að það hálfa væri nóg, og ég tek ekki undir það. Og þar kemur trúin mín og þekkingin mín á orði Guðs til skjalanna og er þetta helsti drifkrafturinn. Því það talar ekki með þessum hætti. Við vorum að tala áðan 1000 ára ríkið. 1000 ára ríkið er ekki komið, en það mun koma. Við vorum líka að tala það að 1000 ára ríkið verður með grúa fólks, mann og kvenna. Það verður allt í gangi. Hvenær þetta gerist, vitum við ekki. En við vitum að því við trúum orðið Guðs, að þetta verður staðan þegar Kristur stígur niður með öllum sínum stóra og mikla her sem kemur með honum. Þetta er ein forréttindin af því að trúa á Jesú. Þekkja skil á Biblíunni, því það talar alveg til enda tímana. Hvar við erum í þessum biblíufræðum, hvar við erum í biblíulegum skilningi, veit ég ekki. Það er svo erfitt að átta sig á því, en ég er nokkuð vissum að við erum þarna einhvers staðar. Og hver oft hefur ekki ofsahræðsla gripið sig hjá þessu blessaða vantrúaða fólki, vegna þess að það hefur ekkert til að halda í nema orð hvors annars. Við erum ekki að hlusta svo mikið orð hvors annars. Við höfum þetta upp úr Biblíunni og við trúum því að orð Guðs sé skrifað af lifandi Guði. Við vorum að tala það að hann er sannorður. Við vorum líka að tala það að við tökum mark á Jesú vegna þess að hann er svo sem að veit. Hann gerir engin mistök. Og að því að við erum sannfærð þetta, erum við líka sannfærð það að það sé best fyrir okkur að taka við því sem hann er að segja. Það er það sem að trúin vill endalaust og ítrekað árétta við mig og vonandi líka þig. Þannig að við þurfum bara að hamra á þessu. Við þurfum að árétta þetta við bæði sjálf okkur og alla hina. Þannig að við gerum rétt með því að umfram alltaf trúa á Jesú. Treysta orðum hans, gera viljans, og ég var nú bara að segja það í þessi 30 ár sem ég er búin að vera trúaður, ég get ekkert sagt neitt annað en að mér hafi bara vegnað mjög vel. Er rangt að tala svona, er þetta mál? Ég veit ekkert hvað þér finnst það, en þetta er bara mín saga. Þetta er bara sannleikunni sjálfur, minn kæri vinur. Ég vil að þú eignist þennan sannleika líka. Ég vil að þú eignist lifandi trú á lifandi Jesú. Og það er það sem við eigum að vilja. Við eigum að vilja eiga það sem er best fyrir okkur sjálfa. Það er Jesú Kristur. Og þá er það svo margt sem maður tekur ekki þátt í. Þá er það svo margt sem að maður, maður er ekki í. Þegar ég var yngri, tíma, ég man eftir því, að ég var alveg logandi hræddur við dauðann. Ég fann ekki hvort hún hélt fyrir mér vöku, en það var alveg upp undir það tíma. Kannski er þetta eitthvað sem þér finnst fyndið, en ég get alveg sagt þér það, maður hefði legið núna, þá var þetta bara ekkert fyndið tíma. Þetta hélt fyrir manni vöku. Og svo kannski blundaði þetta með mér í gegnum ári, þetta hvarf náttúrulega milli alltaf, svo kom þetta alltaf yfir mig á milli, en þegar ég frelsaðist, þá losnaði ég við allar svona hugsanir. Af hverju? Dóttir sagði við mér, Konráð, þú munt lifa.
Þú munt ekki deyja. Og þetta var mikil huggun fyrir mig. Þannig við sjáum að við eigum alveg helling. Og núna á þessum tímum, þar sem þessi umræði í gangi, þetta sé bara að verða búin ef við gerum eitthvað núna, hún næri ekki til manns. Ef maður þá svona kærlaus og það, nei. Ég bara treysti því að orð Guðs sé að segja mér satt. Það það sem ég vil halda í, ekki neitt annað. Og ég hef reynslu, ég tala af reynslu. Ég hef reynt Guð af því að hann sann orður. Það sem ég reyni á sjálfu mér einkum og sér að lagi það að hann hefur séð fyrir mér og hann sagðist ætla að sjá fyrir mér. Ég mun vel fyrir sjá, segir Drottinn. Við höfum öll reynslu af þessu sem að þekkjum Jesú. Hann segir þetta. Hann gefur okkur inn í tímana. Akkur gefur hann okkur inn í tímana? Vegna þess að það koma alls konar kringumstæður og aðstæður upp og umræður sem að við sem eigum orðið sjáum forréttindin okkar. Og við erum þar og óttustu því ekki umræðu dagsins. Við segjum að Biblían tali með öðrum hætti. Hún jafnvel tali þetta. En hún stoppar ekki þar. Hún heldur áfram. Og hvenær lýkur þessu? Já, 1000 ára ríkið verður hér í 1000 ár. Og þá verður Kristur sá sem ræður og bara gerir allt sem að stjórnar þessu öllu og það verður hamingjusamur tími fyrir okkur í þessi 1000 ár. En eftir 1000 árin þá verður ódámanum sleppt og þá fer allt á hvolf líklega aftur, þess að ég viti það. Líklega fer allt á hvolf aftur. En þá verður líka komið að því að þessi eldspottar verði opnar og öllu þessu verður steypt þar. Og þar verður það bara og kemur aldrei fram aftur. En við aftur á móti vegna þess að við trúðum alltaf á Jesú, við verðum áfram með honum. Það eilíðin. Þannig að við erum á leiðin inn í þessa eilíð. Þetta eins og ég sé það, ég veit ekki hvað þú segir um þetta. En þetta það sem ég sé í öllu þessu máli. Og þetta það sem ég vil eiga með sjálfum mér. Þetta það sem ég vil fá að taka þátt í með þér og öllum hinum kristnu mönnunum og konunum. Vegna þess að þetta tel ég vera það sem við þurfum að bera fram. Það ekki rétt hjá mér. Þú kannski hristir bara höfuð og finnst ósköp lítið til þess koma. Og ég skil það mjög vel að maður og kona sem ekki á það sem við eigum og það ekkert hrósunarefni fyrir mig eða neitt til þess að hæla mér af. Þetta bara gjöf. Og svo þegar þessi gjöf var komin, þá kom ég auga á Drottinn og síðan hef ég gengið með honum. Og hann hefur kennt mér og skilningurinn hefur vaxið. Það það sem hefur gerst. Og hann ekkert neitt, hann góður við mig, hann vill líka vera jafn góður við þig. Þannig að við erum alveg í ágæti skýr, ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi, en þetta ekki verið ágætt í dag, og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og þú sér að þetta svona aðeins öðru sig umhverfi að þau erum að fara að gera annað og eftir. Ég eiginlega bara að bíða eftir mótherja mínum, eða viðmælanda minn, segjum það frekar. En Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.